Góðan daginn, kæru vinnir og velkomin. Við erum að fara í einhverja ferð í snjónum. Já, snjónum, jú, það er svona smá snjórun. En ekki svoleiðis, við erum séð annað eins hér á Íslandi. En það er snjór og það er vetur og það er janúar eða febrúar og einhverju mánuðir eftir í sumarið og tún farið að grænka og svo fram eftir götunum. En allt kemur þetta nú á sínum tíma og settum tíma og lætur kannski bíða eftir sér í einhverja vikur en það kemur. Hringrásin, hver fær stöðvað hana og hver fær yfir höfuð stöðvað hringrás sem í gangi er. Það sem mætir okkur er það ekki bara partur af hringrás sem að stöðugt snýst, ég held það. En við höfum daginn í dag til þess að leita að ráða hjá drottni og hvað gerir hann? Jú, hann byggir okkur upp. Hann gefur okkur færi á að leita sín, læra sér og vera undir hans leiðslu og það er sama spurningin, vilju við það? Fyrir eftir því bara á hvað stað þú ert. Já, kristinn maður getur þurft að þráspyrja sig slíkra spurninga, vilja það? Það er margt skrítið sem gerist í okkar ágæta höfði og í okkar ágæta þanga. Hann er ekki alltaf neitt sá guðlegasti og þetta er eitt af því sem að drottinn veit og er því óþreytandi við að dæla út kennslu, dæla út efni sem hann hefur sjálfur framreitt og er í raun og veru strangt til tekið að bera fram með sínum eigin orðum. Þannig við sjáum að sá sem ætlar að vera þjónn Guðs og standa undir nafni, hann bara gerir það sem drottinn er að bjóða. Talar það sem drottinn vill að segist og heyrist. Hann er ekkert að velja orðin ofan í menn og konur verandi vissum það að þessi aðferð sé betri en einhver önnur aðferð sem er þó komin frá höfundi lífsins, lifandi uppreisnum Jesú Kristi. Við segjum ýmislegt til að mynda það sé best að leyfa drottni bara að stjórna þess og stýra. En eru samt að með alls konar hindranir í veginum fyrir hann að nota. Hann auðvitað ýtir þeim öllum út með tímanum. En þeir geta verið þarna í einhvern tíma og eru þó ælastir allir í boðun. Og meðan þetta er ekki hreinsað til. Og til að svona hreinsunastar þurfi ekki að eiga sér stað, þá best er ekki að vera bara í deginum í drottni, leyfa honum í deginum að stýra og stjórna, eins og við erum að boða, eins og við erum að tala eins og við strangt til tekið viljum, en strögglum við og jafnvel komi nýjar kenningar að því við allt í einu erum orðin sannfærðin að gamla er ekki að ganga. En þetta gamla, síunga, síferska er ekki gamalt, heldur ungt og ferskt og nýtt og þar fram meður göttunum, en er kennsla sem hefur gengið í gegnum allar kynslóðurnar sem er allt annað mál. Þegar þú til að mynda heyrir Guðs orð, veistu og viðurkennir oft að sumt af því sem þú heyrir er spánýtt fyrir þér og mér. En samt vitum við að öll þessi orð voru í Biblíunni frá því að hún var fyrst gefin út, Nýja testamentið, 2000 ára gamalt. Gamla testamentið mörg 1000 ára gamalt. Og það sem fyrst var sett í hana, bæði þessi testamenti, voru eins og við þau eru í dag til að byrja með. Þannig að ég þarf ekki að hafa áhyggjur af Biblíunni. En ég ætla ekkert að banna þér það að hafa áhyggjur af henni ef þú vilt það. En drottinn segir við mig, Konráð, þú þarft ekki að hafa áhyggjur af henni. Og ég veit af hverju, að því ég er að lesa Biblíuna og þekki haus og sporð á Biblíunni, drottinn vakir sjálfur yfir sín orði. Já, þýðingin, hún er bara svona. Og
ærlegu maður að þýða skáldverk og ritverk. Hann ekki að skálda eitthvað upp. Hann þýðir textan eins og hann best kann, bestu veit. Hann gæti þurft að draga fram nokkrar setningar og taka þá sem að honum finnst þeirra best inn í fyrir framan og fyrir aftan og notar það. Svo kemur herra ég og ég ekki alveg sammála þessu. En hver segir að þó ég, herra ég, sé ekki sammála því sem að sá sem að vann verkið hafi gert það, hver segir það að það sé eitthvað betra? Þeir uppi staðið. Að þýða verk, hvort sem það eftir einhvern svakalega flottan höfund og þann flottasta af öllum flottum höfundum, sjálft aflið sem að bjó lífið til. Þá þetta nú samt þannig að Drottinn vakir yfir sínu verki en hann að nota mig og þig eða þessa þýðendur sem eru bara menn eins og ég og þú til að gera þetta verk. Bara rétt eins og hann að nota mig til þess að segja það sem hann vil segja hér. Og þú átt að vera það góður að þér í orði Guðs að þú átt að bara meta þetta sjálfur og sjálf hvort þetta sé nothæft sem að hér er verið að segja. Og hvernig verður 100% vissum það að þetta sé nothæft sem ég staði af að sé. Þú ert vel að þér í orði Guðs. Þú til jafnsi hvern sem hefur alla burði í þér sjálfum og sjálfri til að vera þetta hvað orð Guðs varðar. Ef einhver veit mikið í orði Guðs, veistu af hverju það er? Að hann hefur lagt kannski meiri vinnu en margur annar í verkið, í lærdóminn. Þar sker á milli og þú veist þetta. Við vitum þetta. Þannig við skulum ekki afsaka okkur lengur, heldur skulum við bara vera fólkið sem að leggur mikið á sig, jafnvel það, ég vorkinni ekki þú leggir mikið á þig við orð Guðs, því að það með gagnast á margan hátt í lífinu, þannig við erum ekkert að tala bara eitthvað út í bláin. Og ef þú vilt vera þetta frábæra eintak af biblíufróðri manneskju, þá líka leggur á því þá vinnu sem að verkið kallar eftir. Og svo hlustar þú náttúrulega á ræður og rit og lestir rit og allt saman það. Og þú veist hvernig á að gera þetta og þú staðfestir það sem verið að segja eða þá að þú staðfestir það ekki og hefur fyrir þér einhvað sem í biblíunni sem að viðmælandi sem ræddi var að segja öðruvísi heldur en orðið segir. Sérðu ekki að þessu að þú þarft að vera vel að þér í orði Guðs með öðrum orðum manneskja sem þarna að hún að bera ábyrgð sjálf á sinni trú eins og við erum ofta að tala hér og viljum við það ég veit ekki hvað við viljum en þetta það sem að Drottinn vill að við gerum og ég að segja frá því sem að hann vill að við gerum og segir ekki orði Guðs framar bera hlýða Guði en mönnum. Þetta gildir allt ferlið, ekki bara sömuleyti, heldur á öllu leyti allt ferlið sem í gangi og hvernig líst okkur á þetta? Ég held okkur lítist bara mjög vel á það. Og hvað þá framundan? Það að gera þessi verk. Það að vera og lúta þessu afli. Og við lesum, við nennu því ekki, en við skulum núna nenna því og byrja fara í þetta verk og vera, kannski þurfum við að sleppa einhver á meðan við erum að svona aðeins að þróa upp lesturinn hjá okkur og það bara allt í lagi. Því að Drottinn gefur okkur tíma til alls annars. Og svo það spurningin, klassíska, hvað finnst okkur mikilvægast af öllu? Rífast við náungan? Elta náungan? Þræta við náungan eða bara leggjast fram fyrir fætur Drottins og setja og hlusta á hann. Ég vil vera þar. Ég vil lúta honum. Ég vil vera undir afli hans. Hitt bara hégómi.
Þetta er einskis nýtverk af vondum stofni. En ef þú ert að gera Guðs vilja, þá ert að gera verk af góðum stofni sem soga til sín holla næringu og hjartað er að fá þessa hollu næringu vegna þess að hjartað er það sem að býr allt hitt til. Frá hjartanu koma vondar hugsanir, segir orð Guðs. Frá hjartanu koma líka góðar hugsanir. Þannig ef við viljum mata okkur á einhverju góðri næringu, þá förum við þangað það sem hún er. Við notum þar rætur sem eru að gefa af sér þann safa sem er hollur og næringaríkur. Og við vitum að þetta er hollt og við sækjum í það. Hver sækir í þetta? Hver annar en einstaklingurinn? Nú ég bendi á mig og þú bendir á sjálfan þig. Við erum þetta fólk. Ef við erum að sækja í einhvað sem okkur finnst nú kannski uppundir það að vera gott en er kannski ekkit hollt, hverjum getum við kennt um það? Já, hann fékk mér nú til þessi þarna. Þetta er svona klassíska svarið okkar. Það var ég sem ok, segjum að þessi hafi svona verið að tala þetta allt saman upp og ég leist svolítið vel á þetta. En ég gat sagt nei og ég gat sagt já. Og ég sagði já og fór og gerði þetta og uppskar svo einhvað sem var ekkert eins og ég held. Og ég get náttúrulega orðið alveg svoleiðis foxandi illur út í þennan gaur að því hann sagði þetta við mig. Hann togaði mig og asnærunum þangað. Að því það er svo mikið í okkur, margt í okkur sem segir að því ég hitti þennan og hann kom í veg fyrir mig, að þá er ég það sem ég er í dag. Misti allt. Allir það sér hafi nú ekki eitthvað aðeins lengra aðdraganda heldur einhver einn gaur. Því okkur vantar svo oft að skoða þetta út frá einhverju samhengi. Af hverju förum við hina leiðina? Að við gefum út styttri útgáfunu af verkinu. Já, konan, hún taldi mig nú, ég fekk mér þarna að bita. Og það, við vitum alveg að Ada var að segja það, drottinn, það var henni að kenna að ég gerði þetta. Og svona erum við. Þetta er ekki að lifa í sannleikanum. En þegar við erum konum með drottinn inn fyrir dyrnar hjá okkur, þá byrjar hann. Og við förum að upplifa þetta frelsi sem að sannleikurinn er, og það er sannleikur, að sannleikurinn er frelsi. Þegar þú veist vissu þína pottþétt, þá er það, hvað sem það er, ekkert að þvælast neitt fyrir þér lengur. Þú bara skilur það. Allavega en að þú meðtekur sannleikan þannig, þú kannski skilur hann ekki alveg frá A til Ö, en þú meðtekur hann þannig að þú vilt hafa hann hjá þér. Þú vilt leyfa honum að þróast með þér og í þér. Og það er leiðin sem að Kristur er að boða. Og allt það sem hann vill að þú vitir og ég og við, stendur í orði Guðs. Já, hann er búin að þýða hann svo svakalega fram og tilbaka, það er ekkert orð að merka þetta orð, segjum við. En hvað veist þú um það? Hvað veist þú um það? Það eru til frumritin að mörgum af þessum, já, ég held að það sé til bara alveg frumritin, já, allir í Biblíunni. Þannig að þetta er svona málflutningur stenst ekki. Og hvenær var það sem að dauðahafshandritin fundust? Var það ekki 40 eitthvað? Og dauðahafshandritin voru í hellum og það er búið að sanna það voru þarna í aldir. 1-2000 ári að Guð má vita hvað. Og þau voru í hellum þar sem að svona smalar og svona fjárhirðar hvað hétu, fóru oft með kindur og eitthvað velli þarna
og þeir vissu auðvitað af þessum hellum, það var svolítið spotti í þá, eitthvað klifur, og það hafði engin svona athugan eitt hvort eitthvað værið þarna. Og svo kemur eitthvað fjárhirðir að sækja fé eða fara með fé eða hvernig sem það var, og hann hendir eitthvað grjóti upp í þennan hellir og hann heyrir að kemur bergmál út, eins og grjótið hafi lent í einhverjum stað sem að bergmálaði í. Og þetta vekur forvitni í þessa smala, hann fer upp, hei maður, vá, sér alveg hrúgu af krökkum. Og í þessum krökkum voru skjöl, uppvafin skjölin sem þeir gengu vist frá þeim á þessum tíma. Og þetta talin einn allra merkasti fornleifa fundur í allri Biblíusögunni. Og fræðimenn og alls konar vitringar fengu að skoða þetta, fóru að skoða þetta, og þeir komust að því að þetta tilheyrði allt saman Gamla testamentinu. Og þú getur nú ímyndað hvort þeir hafa nú ekki verið glaðir. Hoppu hæð sín á rúmlega það af gleði yfir öllum þessum svakalega flotta fundi. Og hvað reyndist vera þessum blöðum? Allavega veit ég það að Jesaja handritið, sem partur af af Gamla testamentinu, var nánast orðrétt af þessum skjölum og við erum með það í Biblíunni í dag. Þetta hefur verið gefið út og þetta má finna og lesa Þeir eru náttúrulega alveg svoleiðis, vá maður, þvílíkt og annað eins. Hvað þetta mynd af öðru en lifandi Guði sem vakir yfir sín orði? Það eru, ég bara man ekki hvað mörg, 1-2.000 ár þarna á milli, eða meira, kannski 3-4.000 ár. Þú sér það að Nýja testamentið orðið 2000 ára gamalt og ég veit ekki hvenar Jesaja handritið skrifað, kannski 2000 ári fyrr áður heldur en að neitt að gerast í Nýja testamentinu. Þannig við erum kannski að tala 4000 ára gömul handrit. Og þetta frá þeim tíma, samkvæmt rannsóknum og öllu því, frá þeim tíma sem að þetta handrit var skrifað. Og ég held ég fari rétt með að menn telji þetta vera bara frumritið af því. Merkilegt. Þetta náttúrulega alveg stórkostlega merkilegt og stórkostlega merkileg þessi niðurstaða. Jú, þeir komast að því að þetta að öllu mestu leyti bara nákvæmlega sama handrit og það var og við erum að lesa í dag. En svo koma spekingarnir upp og þeir eru alveg svolítið með handónýta nýjustu þýðingu af Biblíunni. Hvað hafa þið fyrir sér í þessu? Ekki neitt. Nema bara sína eigin skoðun. Og kanadensku sjónvarpsensku sem þeir eru að miða við og miða við það sem að þessir fræðingar og sérfræðingar í málum notuðu til þess að þýða þetta. Fjöldi manns. Nei, vinir, við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af gangverki drottins. Það að segja, og þetta náttúrulega klassíska spurningin, ef við trúum því að hann sé sá sem hann ég trúi því. Já, ég trúi því að hann sé hér með mér. Hann lifir. Hann skóp þetta allt. Og með risavaxna áætlun. Og þú og ég og við erum inn í þessari áætlun alveg frá upphafi. Og þessi áætlun enn í gangi eins og hann lagði upp með hana. Upp í svona hugsanir nær maður ekki nema fyrir mátt trúarinnar. Og aftur sjáum við að trúin nauðsynleg, hún þarf að vera með og hún með ef ég leyfi henni það. Ég vil hafa mína trú einfalda.
Og ég held að ég hafa hann ekki einfaldari með því en með þeim hætti að segja við sjálfa mig, Drottinn vakir yfir handverki sínu. Hvað ég að hafa áhyggjur af þessu? Og ég hef það ekki heldur. Hvað gæti ég gert þó að einhver sé skakt? Ég get beðið og ég get talað. Ég get ætlast til þess að orð Guðs rétti sig af sjálft. En ég engin Guð. Ég má hins vegar tala orð Guðs og ég skal þá tala það rétt. Ég hef leyfi til þess og ég geri það. Og ég hvet þig sömuleiðis til að gera sama, sért þú á þessum stað að vera í því hlutverki að kenna orð Guðs og ræða orð Guðs og flytja orð Guðs. Við þurfum að vera vel að okkur í orði Guðs. Það ekkert meira lagt á hann og hana sem talar heldur en bara hinn venjulega almenna mann. Við þurfum öll að vera á þessum stað að vera vel að okkur í orði Guðs því að við erum einstaklingar sem orð Guðs að byggja upp. Einstaklingar sem lenda í mörgu í lífinu og það ekki bara logn og dansandi ilmur í kringum okkur. Hann það oft, jú, við þökkum fyrir það, en svo mætir okkur allt annað á milli af hverju. Við vitum að Biblían segir að dagarnir eru vondir. Og hvernig getum við vænst eitthvað góðs á dögum sem að Biblían segir að séu vondir? En svarið inn í þessa vondu daga þessi góða ritning, góða Guðs orð. Og það þetta sem við viljum taka við. Það þetta sem við viljum eiga. Þið sjáum ef við horfum svona á málin, að við þurfum að bera ábyrgð á þessari vitund okkar lifandi Guð sjálf. Við höfum ekki afsökun. Við höfum ekki afsökun þó við segjum ég nenni þess ekki vera alltaf lítið í þessa Biblíu maður. Láttu mig heldur hafa Morgan Kahn. Ef ykkur mann þetta Morgan Kahn, ég veit það ekki. Jú, máttu að lesa hann. Ef þú vilt setja Biblíuna aftur fyrir þig, þá máttu það líka. En hvað vit væri því? Við sem berjum okkur á brjóst fyrir það að vera trúa fólk, hvað vit væri því? Ekki neitt. Þannig að við sjáum að við getum ekki verið þar. Og við ættum heldur ekki að vilja að vera þar. En sumir eru þar. Og það lítið hægt að gera við því. Því að ég og þú og við veljum staðinn okkar sjálf sem við erum á. Hvað erum við að gera? Ég hvet okkur öll þess að gera það sem gott En hvað er þetta að gera? Ertu þar? Ertu að pukrast með eitthvað annað? Ekki ætla ég að banna þér það. En ef þér líður vel að því, þá skaltu halda því áfram. En ef þetta eitthvað að naga því í hjartað, þá skaltu sleppa þessu. Svona hægt að mæta sjálfum sér og við förum að læra hvað rétt og hvað rangt. Og svo læri mest sem læri líka upp úr orði Guðs. En það fer náttúrulega enginn á þennan stað nema fylltur heilugum anda. Þetta allt saman gjöf frá Guði. Áhuginn á orði Guðs, eins og ég hef og ég veit að þú hefur sem kristin manneskja, þetta allt gjöf frá Guði. Þannig að við getum ekkert barið okkur á brjóst fyrir eitt eða neitt þar, en við hins vegar getum þakkað Guði. Og ég hvet menn til að gera það. En gerum við það? Margir gera það, já. Það bara engin spurning það. Og við öll kannski gerum það með einum öðrum hætti en nokkuð víst að við getum gert meira af því sem allt annað mál. Það má gera meira af mörgu sem gott. En við gerum þetta öll hver með sínum hætti. Og við sem eigum Jesú í hjarta okkar höfum meiri löngun til þess að gera öðrum gott heldur kannski reiður og bitur, hefningjarn og heiftúðugur.
Hann er bara þar. En við erum ekki þar. Við erum með hinn uppreisna Jesú með okkur og í okkur. Og þar er þangin allt annað. Allir geta eignast þennan þanga. Ég veit ekkert hver afstæðan er hjá vantrúum í dag hvað þetta varðar. Sjálfur var ég ekkert að pæla í þessari trú eins og ég margótt vitnað um. Og hvernig átti ég að pæla í því sem ég vissi ekkert, þekkti ekkert sjálfur að neinu leiti. En svo fékk ég þessa gjöf. Og þá skildi ég að þetta var einhvað sem ég myndi vilja halda í. Og ég sá vegarlagðan sem entist mér á meðan ég lifði. Og þessi vegur er enn bara ljóslifandi fyrir mér. Enda lifandi manneskjan þann dag í dag. Og ég feta skrefi mín eftir þessum vegi. Og það stendur ekkert annað til en að halda því bara áfram. Og hvetja aðra þennan sama veg. Því ég veit hvert hann liggur. Hann liggur til lífsins á himnum. Þar sem eilíðin er í blóma sínum. Það er til eilíð. Þú ferð inn í eilíðina. En eilíðin sem er ekki Jesú megin er eitthvað sem þú vilt ekki hugsa né vita en við þurfum að vita þetta. Dagarnir eru vondir og það er synd í heiminum. Og hún er valsandum. En hún getur ekki snert okkur. Við þurfum að opna á hana sjálf. Ég veit ekki hvað menn gera, en ég mun ekki opna á hana. Ég mun halda henni frá mér og ég mun vinna gegn henni. Og ég mun tala gegn henni. Og ég mun tala gegn henni og segja fólki sannleikann Jesú. Jó, hann nefnilega er upprisinn. Hann lifir í dag við hægri hönd lifandi Guðs. Þetta hefur verið boðskapurinn, gleði boðskapurinn frá því að hann fyrst birtist og var til. Og hér er ég, 2022, að segja þennan boðskap sem forverar mínir alveg frá þenn tíma hafa sagt. Þannig ég er ekki að segja neina nýja frétt. En aftur komum við að ferskleika orðsins. Kannski er einhver að heyra þetta í fyrsta skiptið og núna er ég að tala einhvern sem grípur þetta. Eyrun hafa oft heyrt þetta, það er ekki spurning. En þegar við heyrum, þá er það vegna þess að við erum að grípa það. Það er að heyra í raun og veru. Og þá getum við, að við heyrðum það og gripum það, fara að staldra við þetta. Það þjóta eyrðin alveg 1000 orð á hverjum einasta degi og þú grípur kannski ekkert af þeim. En svo kannski kemur eitt og hún greifst. Og þessi setning, já, segjum það setning, hún getur fylgt þér alla ævi sem eftir er. Ég vitnaði um það að þegar ég var ungur maður, bara unglingur held ég man reyndar ekki alveg hvernig það var, allavega var ég ungur maður. Og ég heyrði skattakóng Íslands þá segja frá. Hann sagði, fyrst er að greiða skatta sín og skuldir, svo er að sjá til hvað eftir verður. Og þetta greip ég. Og þessi setning þess ágæta manns hefur fylgt mér frá þeim tíma. Þetta er að heyra. Það sem hún grípur og heldur í jafnvel, það er að heyra. Og hvað hefur verið heyrt? Hvernig með Guðs orð? Grípur það? Já, ég held að þú grípir það. Ég held að þú værir ekki að hlusta ef þú grípur það ekki. Ég held að þú værir búin að leggja þetta allt frá þér ef þú grípur það ekki. En þetta er að heyra. Heyrið. Vakið. Segir drottinn. Vaka. Eftir hverju? Þú vakir að þú veist að þú ert í vondum dögum. Til að mynda.
Þú heldur báðum höndum í trúna, að þú ert í vondum dögum. Þú vilt að trúin varðveitið og verndi gegn þeim. Og það tekst. Þegar trúin er öllu afli meira, segir enda orðið á einu stað, sá er meiri í mér heldur en andinn sem er í heiminum. Með öðrum orðum, að því hann er meiri í mér, andi Guðs í mér, þá víkur hinn. Þú er vald yfir honum. Þetta er munurinn. Þetta eru ávextirnir sem trúin gaf. En mundu að hún er gjöf. Þú varst ekki leitandi að trúni eins og, ég veit ekki hvað. Það er líklega eins með þig og mig að ég var ekkert að hugleiða hana. Aldrei. Ég vissi hvað trú var, ég hafði auðvitað jafn oft heyrt orðið trú eins og þú. En hvað hún var? Nei, takk. Ekki neitt. En nú veit ég aðeins meira. Nú veit ég meira um það sem orð Guðs er að segja. Og ég hampa orðið Guðs. Ég hampa engum öðrum bókmenntum meira en orðið Guðs. Vegna þetta það er verð. Það er kennsla sem gildir og gengur. Margt gengur á grunn, en ekki orð Guðs. Við töluðum áðan dauðahafshandritin sem hafa heyrt söguna. Og þessum ágætu fræðingum og sérfræðingum og öllu þessu góða fólki raki rogastans þegar komast að því að handritið sem við erum með í dag, Jesaja-handritið, er eins og þeir voru að lesa og ég fari með réttmál að það sé staðfest að þetta sé svona frá í allavega ef þetta er ekki frum handritin sjálf, þá eru þeir mjög nálægt þeim tíma. Alltaf einni ástæðu. Drottinn vakir yfir sínu orði. Hvað eru við þá að gapa hvorur upp í annan yfir því hvernig Biblían lítur út í dag? Ég þakka bara Guði fyrir það að hann vakir. Ég má það og ég vil gera það. Og þannig skal ég allavega tala, ég skipti mér ekki að því hvað þú segir. Þannig ættu við að tala. Þannig ættu við að vilja heiðra lifandi Guð. Því að ef einhver á heiður, þá er það hann. Vilja hann heiðra mig, þá gerir hann það. Vilja hann heiðra þig, þá bara gerir hann það. Heiðrar hann okkur? Ég bara hef ekki hugmyndu það. Ekki nema því leiti til, ég lít nú reyndar alveg á það sem heiður, bara að maður skulle mega ganga með honum, er það ekki heiður? En fyrir mér er það talsverður heiður, jú. Þannig að við getum alveg séð Drottinn í þessu ljósi, heiður. Já, ef hann heiðrar, þá skiptir það miklu máli. En mér er alveg saman heiður frá mönnum, mér var það raun ekkert um hann. Heiður frá mönnum í dag getur breyst í blessun og morgun. Þannig að það er ekkert að marka það, eins og Hitler þegar hann var að heiðra sína menn. Þá var hann í góðaskapinu sínu að hann skipti skap alveg svo miklu örari nokkur vindur. Svo næsta dag þá var hann ekki alveg sánaði með kallanir sína og þá bara gekk hann á lið og hirti af þeim orðunar. Þannig að orða í hendi frá þessu manni, hún skipti engu máli. Hún gat verið farin morgun. Þetta er ekki Guð. Hann gerir ekki svoleiðis. Og hann heiðrar mann og annan ef hann sér árangur. Hver er árangur í honum? Trúin. Það er árangur í honum sem hann er að sækjast eftir. Trúin á hvað? Jesú Krist. Ég held ef hann heiðrar einhvern, ég veit ekki hvort hann gerir það, segjum það, þá er það vegna þess að trúin hefur vaxið í hjartans á Jesús. Vegna þess að maður sem lætur trúna á Jesús vaksa í sínu hjarta, gerir það vegna þess að hann sér hvað hann er rosalega mikilvægur fyrir sitt líf. Og Drottinn tekur undir þetta.
Og hvað segir hann? Hann er það mikilvægast að þú getur átt. Og hver trúaður tekur ekki undir þetta öllu sinni hjarta? En hver er staðan? Hvar er hann? Já, bara þar sem hann er. Að baksast við sína trú. Að jafnir slást við sína trú. Er ekki vissum hvort hann nenni þessu lengur. Og svo þar fram eftir göttuna. Og svo erum við kannski hissa á því að sé vera að etja okkur að orði Guðs. Öllum þessu breyskleika sem býr í mér og þér. Við erum undrandi á því að við skulum vera á þeim stað að þurfa að fá þessa ítrekkuðu hvatningu. Sumir sjá og viðurkenna að þetta er það sem þarf. Og það er hlutverk kennara, predikara og þeirra sem að kenna Guðs orð að vera þarna. Og öll kennslu og allt það sem sagt er í raun og veru er undirbyggð þannig að þetta sé niðurstaðan. Leitaði orð Guðs og gangtu veginn með drottni. Þetta er svona grunnpunkturinn. Og þessi fræðsla er ekkert að koma upp núna. Hún hefur verið alveg frá því að Nýja testamenti byrjaði að virka og menn fóru að kenna upp úr því og það gerðist mjög fljótlega. Nýja testamenti kom mjög fljótt, bara í einu búnti. Gamla testamenti, þetta eru marga bækur þar, þær er að koma á löngu tímabili. Ég veit ekki hvenær elsta bókin var gefin út eða hvað af þessum bókum er elsta bókin og ég veit heldur ekki hvað af þessu nýjasta bókin í Gamla testamentinu en ég hygg að þarna á milli séu jafnvel árþúsundir. En þetta gildir ekki Nýja testamentið. 40-50 ár kannski tók að gera það eins og við vitum að það er í dag. Það er ekki langur tími með við allt hitt. Af hverju? Af því að Nýja testamentið byggir á þessu nýja. Þegar gamla er farið, segir orðið, nýtt er orðið til. Það er Nýja testamentið. Það er verk Krists. Það er alveg í þessu ljósi hægt að skilja að það hefur komið hratt til okkar. Ekki svo að skilja okkur finnist 50 ár vera neitt hraður gangur, en miðað við hina söguna þá sjáum við þetta bara örstuttur tími. Svona vinnur Guð. Hann veit alveg hvernig hann á að gera þetta. Hann veit að drottinn, Jesús, var í raun loka verkefnið hans að taka þetta allt yfir aftur sem hann misti við skilningstri góðs og ills. Þannig að þetta verkefni að taka þetta allt aftur var alltaf inn í myndinni. Alveg frá því að þetta skeiði var hin áætluninni hleypt af stað. En allur tími í Jesú nafni er óræður. Við erum að tala 1000 ára. En allur tími hjá Guði er óræður. Hann segir sjálfur að dagur í honum sé sem 1000 ár og einn dagur sem, hvernig þetta er. Þetta er hann að segja það að hann er að sjá þetta allt öðruvísi en við. En hann veit alveg hvernig við erum og hann miðar sitt við það að við náum skilningi. Og hér er ég að reyna að skilja orðið aðeins betur. Já, í dag. Hann gaf okkur daginn til að skilja orðið aðeins betur. Svona vinnur Guð. Hann er með þetta alveg á hreinu sjálfur. En ég er það ekki. Og ég er hugsandi vitsmun að vera sem soga alls konar til mín. Sem breytir jafnvel öllum viðmiðum frá því sem var í gær. Stundum rétt viðmið, stundum ekki rétt. Svona eru við. En Guð er ekki þarna. Þannig að við getum alveg ef við viljum, og auðvitað hvatningin er svo að vilja, verið undir hans verndavang og leiðsögn, og þá mun allt fara vel. Og er ekki það sem við viljum? Já, allavega er það sem ég vil. Ég veit ekki hvað þú vilt. En ég hygg að það sé sama hjá þér, að þetta í grunni sé það sem þú vilt. Þú vilt gera það sem er rétt. Hver sem áttu niðurstaðan er þá og þá. Og þess vegna líka erum við að læra. Við viljum að niðurstaðan sé oft þetta rétta. Og við höfum verið að tala hér orð Guðs.
Þú færið rétta niðurstöðu þegar þú leyfir orðinu að mata þig og kenna þér og hlúa að þér. Það er mín reynsla og það er væntanlega líka þín reynsla og þannig að við skulum bara fara þessa leið í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.